Góðan dag. Í þessari kynningu ætla ég að fara yfir nokkur atriði sem gott er að hafa í huga þegar bæklingur er búinn til. Textann þarf að vanda og er mikilvægt að hafa stafsetningu og málfar í lagi. Aldrei á að setja punkta á eftir fyrirsögnum. Fyrirsagnir eru oft í annarri leturtegund en meginmálið og kemur það yfirleitt vel út. Fyrirsagnir og meginmál mega samt alveg verið í sömu leturtegund. Þegar bæklingur er útbúinn er mikilvægt að hann veki áhuga þess sem á að lesa hann. Útlit þarf að velja með þarfir markhópsins í huga. Það er, ef verið er að auglýsa barnaleikföng þarf að velja annað útlit heldur en til dæmis ef verið er að gera auglýsingabækling dýravarahluti. Hafið útlitið umfram allt einfalt og læsilegt. Margar leturtegundir á sömu síðu eru ekki æskilegar og getur skapað mikla óreiðu. Gott er að miða við að hafa einungis 2 leturtegundir á hverri blaðsíðu, sérstaklega ef er að ræða litla bæklinga. Í bæklingi sem er nokkra blaðsíður er mikilvægt að hafa sömu leturtegund á öllum blaðsíðunum. Gott er að ákveða í byrjun hvaða leturtegund og stærð á að vera í fyrirsögnum og eins hvaða leturtegund og stærð á að vera í meginmáli. Ef farið er eftir þessu verður heildarútlit bæklingsins fallegra og stílhreinna heldur en ef mismunandi leturtegundir og stærð leturs er að ræða. Litasamsetning er einnig mikilvæg. Þetta eru dæmi liti sem passa illa saman. Að setja rauðan text á bláan grunn er eitthvað sem er mjög erfitt fyrir augað að lesa, eins sem rauðan grunn og gula meginmálsteksta. Almenna reglan er sú að ef notað er dökkur texti þarf að vera ljós grunnur og ef notað er ljós texti þarf að vera dökkur grunnur undir. Þegar grunnur er settur undir texta er mjög mikilvægt að hafa letur og grunn í litum sem passa vel saman svo auðvelt sé að lesa textan. Alltaf þarf að hafa í huga að textin sé sem læsilegastur. Hér má sjá 3 síður í litlum bæklingi þar sem hver síða fyrir sig er með 2 leturtegundum en ekkert samræmi er á milli blaðsíðna. Þetta myndi flokkast undir útlit sem ekki er æskilegt. Hér eru komið sama texta í sama bæklingi en leturtegundur og leturstærður eru samræmdar á milli síðna sem þýðir að það er sama tegund og stærð á öllu letri sem er í meginmáli og einnig sama stærð og tegund á því letri sem er í fyrirsögnum. Þetta myndi flokkast undir æskilegt útlit. Þá er þessari kynningu lokið. Takk fyrir og gangi ykkur vel með bæklingin ykkar.